Komið þið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gesturinn flýgur tiltölulega langt að. Hann býr, við segjum austur á landi, hinn fallegu sveit Vopnafirði, er bóndi þar og svo er hún einnig alþingismaður. Þórunn Egilsdóttir ætlar að spjalla við okkur, koma alla þessa leið og við ætlum að eyða hérna smá tíma saman og verið með okkur. Þórunn, velkomin. Takk. Alla leið frá Vopnafirði. Takk. Hvernig gekk? Bara vel. Keyrið sjálf? Já, ég keyri alltaf sjálf. Keyrðu mikið? Já, ég keyri mikið. Og sæmilegum bíl þá? Já, ég er alltaf á bílaleigubílum. Þetta á bílalegu? Já. Ertu með bílalegu? Já, ég geti fyrir að reka bílalegu. Já, það er engin snjór á fjöllunum núna eða hvað? Nei, það er ekkert svoleiðis svona auðir vegir og þá er ekkert mál að keyra. Margir útlendingar? Já. Sækja þeir í Vopnafjörð? Ekki svo mikið held ég, það mætti hverju? alveg koma fleiri. Já, við erum náttúrulega ekki alfara leið, við það þarf að fara út af Hringvegi 1. Já. En ég vona að það sé nú að lagast og bæta í. Eru þið þá að gera eitthvað, er þá sko í sveitarfélaginu verið að gera eitthvað í því? Já, það er verið að kynna meira, það er verið að leggja meira áherslu það að fá fólk til okkar og samvinna við önnur sveitarfélög líka. Já, á svæðinu þá? Já. En þið erum samt alltaf einangruð. Já. Er ekki hægt að segja það? Það má alveg segja það, en náttúrulega með nýja veginum er bara gjörbreytt aðstaða. Já. Þegar ég flytti til Vopnafjarðar þá fór maður ekkert allan veturinn. Nú rennir þú bara niður hlíðina og heim. Já, bara fyrsti bær sem kemur að, það eru Haukstaðir og þar býr ég. Þar býr þú? Já. Alþingi var, er nýlokið. Já. Hvernig líður þér eftir það? Mér líður bara ágætlega. Það hefur reyndar aldrei verið svona átakalítil þinglok frá því að ég byrjaði 2013 Já. og hefum aldrei hætt svona snemma. Þessi ár sem ég hef verið, þá hefur alltaf verið þing í júní og jafnvel fram í júlí. Og hvað veldur því að þetta gekk svona vel núna? Það voru kannski fá mál frá ríkisstjórninni og gekk bara vel að ganga frá málum. Þórunn, er þetta erfitt starf? Það fer nú svona eftir hvernig það er litið. Það eru langir dagar, vissulega. Það er margt sem maður þarf að setja sig inn í. Ýmislegt sem maður þarf að vera víða og fara margt, en á móti kemur þetta líka skemmtilegt. Já. Þannig að erfitt og ekki erfitt, sem ég myndi segja þetta verið þægileg innivinna, það væsir ekki um mann. Nei, það væsir ekkert um ykkur. En þá sko, erfitt að vera þingmaður úr sveit? Þú ert nú alveg á hinum enda sko landsins. Já, ég held að með að segja að það er engin þingmaður sem á eins langt að fara og það eru fáir sem búa í rauninni svona langt í burt og engin eins og ég. Þannig að auðvitað er þetta mikið álag og ferðirnar eru taka af og fyrsta veturinn sem ég var, það var mjög snjóþungt og ófært yfir fjöllin og ég kom stundum ekki heim í 3 vikur. Keyrir þú aðalega eða? Já, ég flýg oftast ef ég er að fara beint heim, þá flýg ég í Egilsstaði og keyri þaðan. Og keyrir þaðan? En stundum flýg ég á Akureyri því ég er að nota ferðirnar og maður þarf að hitta fólk og fara eitthvað þá er það líka leiðin. Já. Varstu fljót að fara heim eftir þinglok núna? Já, eins fljót og ég gat. Hvað beið þín? Sauðburður. Sauðburður? Sauðburður, já, og garðvinna mikil og gróðursetning og svona. Nei, er það? Já. Og þykir það skemmtilegt? Það er alveg skemmtilegast, já. Að vera úti að brasa. Ég er helst bara úti ef ég mögulega get. Já. Hvað ertu búin að búa lengi í Vopnafirði? Síðan 84. En þú ert ekki það? Nei, ég er úr Reykjavík, fæddu upp hann í Reykjavík og afi minn sagði að ég var eins mikill Reykjavíkingur og hægt verið að vera. Nei. Og var mjög stoltur af því. Og? En ég var alltaf í sveit hérna fram á Grund, á Steinu minn á Grund og Gísla. Hérna í Eyjafirði? Já. Pabbi minn var þar og afasystir mín, það voru tengingar í fjölskyldunni og ég var mikil sveitakelling alltaf í mér. Svo því ég var búið með Vestló og var ég ekki viss um hvað mér langaði að gera og þá sá ég auglýsingu frá Vopnafirði, það vantaði kennara. Það vantaði íþróttakennara og mér fannst það alveg gráupplagt af því ég hef verið skíðaþjálfari líka. Nei. Þannig að ég spurði mig hvort ég mætti hringja út á land. Og þá þurfti að hringja 97 á undan og ég hringdi og ég var eiginlega bara ráðinn. Bara strax? Já. Og hvernig blasti það við þér? Hafðirðu komið þér áður? Já, bara sem krakki á ferðalagi með foreldrum mínum. Þau hafa ferðuðust gríðarlega mikið með okkur. Já. Þannig ég hef komið þangað 10 ára gömul, en ekkert síðan þá. Já.
og ég flaug í Egilsstaði, kom við hjá föðurbróður minn sem bjóð þar, náði síðustu rútun í Vopnafjörð, fekk svefnsófa frá honum og ég og svefnsófinn vorum ein í rútunni. Kom á föstudegi sem betur fyrir álpaðist ég í búðina því að það var ekkert opið alla helgina þannig ég hef ekki haft neitt mat. En var þá búið á sko útvega þér húsnæði? Já, ég fekk húsnæði, ágætis húsnæði. Já. Alveg ágætt. Hvernig fannst þér Reykjavíkurstelpan? Komin allt til Vopnafjarðar, hann er ekki erillinn þar? Nei, mér fannst það bara ágætt. Mér fannst þetta ekki dóðilegt. Einhverju held að það hefði eitthvað komið fyrir mig, ég orðið fyrir einhverju áfalli þess að ég farið, en þessi þekkti mig best, þeim fannst þetta bara mjög eðlilegt að mér hefði dottið þetta í hug. En það ætlaði ég bara að vera 1 vetur. Það er oft svoleiðis? Já. 1 vetur, en hvað? Já, hann leið og þá langaði mig til að prófa að vera eitt sumar enn í sveit. Vildi ekki ráða mig sem ráðskonu, ég vildi vera kaupakona því ég vildi vera í útiverkum. Er það munurinn? Já, það er munurinn, sko. Já. Ráðskona, hún í innivinnunni? Hún í innivinnunni, já. Og kaupkona í útivinnu? Já, bæði, sko. Já. Nú, og svo bara var mér bent á bóndan á Haugsstöðum, hann þar vantaði örugglega kaupakonu. Já. Stórt heimili. Og ég hafði samband við hann og ég var ráðinn. Og ég held að ég sé síðasta kaupakona sem giftist húsbóndanum. Innar í landinu? Ég held það. Ég veit ekki. Hver var sá heppni, eins og maður segir? Hann heitir Friðbjörn Haukur, bóndi á Haugsstöðum. Já. Og núna í þessum mánuði 30 ár síðan við giftum okkur. Er þetta svona langt síðan? Já, já. En hvernig finnst þessi tími hafa liðið? Hann hefur liðið afskaplega hratt og mér finnst alls ekki að sé komið 30 ár síðan það gerist. Nei. Alls ekki. Það var alveg skrítið hvernig tíminn virkar í hausnum á manni. Já, það er alveg rétt. Já. En hafðirðu einhvern tíma velti fyrir þér að þetta yrði þar sem að þú myndir stoppa við? Nei. Og ég var alls ekki á þessum tímapunkti eitthvað að fara að gifta með eitthvað svona sem er alveg frálegt. Ég var að frétta vinkonu mínar sem var að hefja sambúð og einhverja ófrískar og svona. Mér fannst þetta bara langt í þetta. En svo bara var það svona. Svona er þetta bara? Já. Og fluttir þú, hvað vannstu lengi í kauptúninu? Ég var 1 vetur þar, svo var ég 1 vetur á Haugsstöðum sem kaupakona og svo tók ég að mér að passa íbúðarhús á Refstað. Já. Og þar var ég að sjá endur og hænur og var með ketti. Keypti með trabant til að geta keyrt í vinnuna, til að kenna. Já. Og svo vorið þar á eftir þá flutti ég upp í Haugstaði og við trúlofuðum okkur. Já. Listið strax á hann? Já. Hvar hittust þið? Það var kennaraverkfall haustið 84 og þá náttúrulega var ég kauplaus. Fékk vinnu í sláturhúsinu og þar sem ég stend þar þá sé ég hennar mann og horfa á hann og segja þarna er maðurinn minn. Ýtti því svo frá mér, maðurinn töluvert eldri og einhver upp í sveit og þetta var eitthvað sem var ekki til í myndinni. Já. En það var bara þannig. En skemmtilega. Já. Ást við fyrstu sýn? Já, ætli það ekki, ég bara fattaði það ekki. En hvernig tók hann því? Fyrir ekki að ég sé að spurja svona, mér finnst þetta svo skemmtilegt. Hann vildi nú ekki kemur fyrst upp eftir að skoða aðstæður og ég var ekkert að festa með hann upp frá hann að skoða allt og svona. Já, svona praktískur vildi hafa þetta svona hreinu. Já. En svo bara einhvern veginn gerðist þetta var ekkert vesen sko. Veistu, var umtal um þetta í Vopnafirði? Já, örugglega. Að kennarinn, að sunnan gifti sig upp í Haugsstöði? Hvað heldur þú? Heldur fólk ekki spjalla um þetta? Stelpa úr Reykjavík? Já, stelpa úr Reykjavík. Já. Sko, breyttir það einhverju? Tókstu, þú veist, þegar þú flytur inn og svona? Nei. Ég var alltaf svo praktísk, mér fannst ekki ástæða til þess. Þetta var nýlegt hús. Já. Og ég sá ekki ástæðan til þess. Svo bjuggu foreldrar hans þarna líka og bróðir og föðurbróðir líka. Já. Þannig að þetta var ekkert bara hans heimili, þetta var allra heimili. Já. Þannig að nei, ég gerði það ekki. Og það var ekki fyrir að fóra að líða á og við fórum að verða bara 2. Já, eins og gengur. Og svo bara gerist það smá saman þegar þurfti endurnýja og laga. Já. En það er ennþá sama baðherbergisinnréttingin og ég ætla að hafa hann, hún er búin að koma svo oft í tísku. Hún er búin að fara margar ríki. Já, þannig að ég ætla ekki að breyta því. Ekkert að breyta því? Nei. Hún kemur aftur í tísku? Hún kemur aftur í tísku, já. En sko Haugstaðir eru innst í bær, sko
svolítið afskekt Já, innsti bæður í Vesturárdal. í Vesturárdal. Já, það var eiginlega bara slóðið án gaunettir Já. og var mjög, já, bara afskekt og einangrað á köflum. Og hérna oft þegar að það hefur verið autt út í dal og autt út í þorpi, þá er allt á kafi upp frá bærin stendur í 180 metrum. Já. Þannig Já. að hérna, það er oft þannig. En ég brendi mig á því fyrsta sumarið að ég fór oft bara léttklædd út á Tanga eins og við köllum. Það var bara skítakulda þar, hafgóla og kuldi en hlýtt inn í dal. Já, það munar því að það er kannski svolítið misjamt veður. Já, það getur alveg gert það. Þó að séum ekki lengra í raun á milli. Nei, núna er 21 kilometri. En svo náttúrulega gjörbreyttist þegar kom nýji vegurinn. Já, já. Þá erum við alltaf inn í alfara leið. Já, og nú ert í alfara leið. Já. Nú keyrir maður bara niður af fjallinu og niður í hlaði hjá þér nánast. Já. Hefur það breytt miklu? Það er náttúrulega einfaldar mér allt í kringum vinnuna mína að keyra. Og svo náttúrulega var þetta bara bylting fyrir vofringa að fá nútíma veg. Það var búið að berjast lengi fyrir þessu. Já. Og bara algjörlega óásættanlegar aðstæður. Allt of lengi. En hérna, já, þannig að þetta gjörbreytir bara öllu fyrir bara allt samfélagið. Já, já. En nú ert þú komin á Alþingi. Já. Nú hefur þetta í bakþanganum, hvernig þetta var að búa þarna og aðstæðurnar, vegasambandið og annað. Þannig að þú hlýtur að geta sett í spór og skilið alveg þær kröfur eða óskir fólk sem að býr tiltölulega afskekt eða kannski ekki endilega í þéttbýlinu. Já, vissulega get ég gert það og það er víða, allt og víða land ennþá afleitt ástand í þessum málum. Bara hérna norður á Sléttu til dæmis, það er alveg, og Svalbarðshreppi, það er alveg hræðilegt bara, við þurfum ekkert að fara lengra en það. En hvernig er með sko fjölmiðla, útvarp, sjónvarp og þess aftur síma? Já, við erum nýkomið GSM-samband. Það komið nýja veginum. Sambandi rann með veginum. Já, og hérna, við sjáum ríkissjónvarpið, við sjáum ekkert annað. Þið sjáuð ekkert annað? Nei. Og náum Rás 1 og Rás 2. Jáhá. En hvernig með sko, hvernig þá með tölvurnar og það? Já, við erum nýkomið með ágætt netsamband, það var bara tengt sérstaklega fyrir okkur. Og annars hefur við haft þetta alltaf á gerfinetti og það bara hefur verið allavega. En það er komið í ágætt stand núna og það er gríðarlega munur og munur fyrir mig bara í minni vinnu. Já, hvernig var þetta þá fyrst þegar þú varst í þessari komst í þessa vinnu og þetta var ekki komið? Hvernig var þetta? Nú, ég var eini þingmaður sem þurfti að hringja alltaf í heimanúmer ef ég svaraði ekki gemsanum. Fólk var mjög hissa á því að það væri þannig. En hérna, já, þannig að það var bara svoleiðis. En svo þurfti ég oft að keyra bara út í þorp eða ætla að vinna eitthvað í tölvu eða gera eitthvað þannig. Já, til þess að komast í tölvu saman? Já. En núna er þetta semst allt í lagi? Já, nú er allt í lagi. Hvernig hefur fjölskyldan vaxið? Já, við eignumst 2 börn árið 89 og 90. Við höfum 2 börn með 13 mánaða millibili. Já. Gengum bara í þetta. Já, bara afgreiða þetta. Já, og þau eru bara flott og fín. Er það hvað? Það er hún Kristjana Lúisi sem er fædd 89. Hún býr í Reykjavík og vinnur í verslun og er heimspekinemi. Guðmundur er fæddur 90. Hann býr með Guðrúnu Helgu og þau eiga 1 barn. Hvar býr hann? Á Húsavík. Á Húsavík? Já. Það er framkvæmdastjóri hjá Völsungi og er héraðslögreglumaður. Já. Og hérna, og þau gerðu með ömmu í sama mánuðinum og ég var þingmaður, þannig að það gekk mikið á árið 2013. Já. En svo voru svo heppin árið 2008, þá kom Hekla til okkar. Hver er Hekla? Hún er dóttir okkar líka. Já. Hún kom til okkar árið 2008, þá var 4 ára, þannig að hún bættist í fjölskylduna. Já, hún bættist í fjölskylduna. Já. Þið þurftu ekki að hafa svona áhyggjur að því að sko kominni til í þannig að Nei, þetta er miklu einfaldara. Þannig að hún kom. Já. Þannig hún er búin að vera hjá okkur Núna, já, síðan. Þannig að við erum að fara að ferma næsta ár. Já. Þannig að ég tala gömlu börnin og Heklu. Gömlu börnin. Já. En sko, hvað dregur þig inn á Alþingi? Hvað leið fórstu? Ég var í sveitarstjórn, ég var oddviti Vopnafjarðarhrepps. Varstu ekki bara kölluð strax í einhver svona embætti eða nefndir eða þess áttar? Kemur einhverja sunnan? Er það ekki fínt? Jú, það er eins og gerist eða einhver áhuga á félagsstörfum og þáttakandi. Til dæmis, ég er alltaf kvenfélagskona, ég hef alltaf verið í kvenfélaginu og hérna vorum bara síðustu helgi vorum að sjá erfidrykkju og það er dásamlegt að fá að taka þátt í svoleiðis starfi, að vera með svoleiðis í svo góðum félagsskap. En jú, ég var í nefndum fyrir sveitarfélagið og hreppinn og ýmislegt svoleiðis og svo var ég í
gaf ég kost á mér í sveitarstjórn og var það oddviti. Og svo var komið að máli við mig og ég beði henni að bjóða mig fram til alþingiskosninga. Fyrir Framsókn. og akkur Framsókn. Af því ég er fjárhagsykjukona og trú á samvinnuna. Já. Og ég held að þessi hófsama miðja sé svo góð fyrir samfélagið. Heldur að virki vel þannig? Já, ég held að í eðli okkar þá séum við flest miðjufólk og erum samvinnufólk. Við viljum vinna þannig. Þannig að ég held að það sé það sem lætur okkur best. Svona hálfgerði kratar eins og maður segir. Já, kannski. Já. Þannig að og svo er það bara landsbyggðarvinkillinn sem þessi okkar flokkur hefur haft sem að líka höfða til mín. Þurftur eitthvað að hafa fyrir því að snúa þér inn á þann vinkil, landsbyggðarvinkilinn, Reykjavík-stelpan? Nei, það fannst mér ekki. Mér fannst þetta bara svo eðlilegt. Já. Kom það kannski með kennarastarfinu líka? Eða? Já, það getur vel verið að það hafi verið þannig. Og var náttúrulega bara að setja staði í sveit og takast á við lífið þar og allt sem var og ég prófaði ýmislegt. Ég fekk mér kú og ég bjóð til allt heima, skyr og súrmjólk og smjör og gerði allt saman heima, bakaði allt sjálf og prófaði það allt saman. Já. Þannig að ég þurfti mjög sjaldan í búð. Já. Og prófaði ýmislegt. Þetta þú ert kona með reynslu. Jú, segðu. Já, en sko, svo býðir þið fram fyrir Framsóknarflokkinn, þarna í kjördæminu. Já, 2013. Okkar stóra. Já, og ég var svo sem ekkert, ég sagði nei fyrst, ég ætlaði ekkert að gera, ég var með barn sem ég þurfti að hugsa og allt þetta. Og var ekki alveg tilbúin í þetta. En þá var það eiginmaðurinn sem sagði, já, bjóddu þið fram bara í 4. sæti, ég ætlaði að bjóða mig fram í 5. Bjóddu þið fram í 4. sæti. Þá verður örugglega varaþingmaður og þá farið að prófa þetta á hvort þið líkar þetta svona. En við bara náðum 4 inn, Þannig Haukur misti þið bara burtu? Jú. Hvernig fannst þér það þá þegar þú komst inn? Og í rauninni ætlaðir ekki vera nema varaþingmaður? Sko, þegar ég byrjuð í kosningabaráttunum, maður byrjaður í því, þá er ég ekkert að fara í það til að tapa. Nei, þú ert komin í baráttu? Já. Þannig að ég var bara glöð með það. Og það var bara mikill heiður að fá að vera alþingismaður og ná þessum árangri. Þegar hún nær þessum titli, alþingismaður, ferði í þetta starf, breytist framkoma fólks gagnvart þér? Ég veit, nei, það held ég varla. Það er meira fylgst með manni, fólk hefur áhyggjur af hvernig maður lítur út og hvað maður er að gera og ýmislegt svona. Maður þarf að vanda sig við það. Svo gallið með mig, ég er alveg hræðilega ómannglögg. Annarkvort fer ég eitthvað og brosi allar áttir og eins og bjáni eða þá ég þekki engan og verður mér ítrekkað til skammar. Þannig að það er ekki gott í þessu starfi. Nei. En nei, ég svo sem finn ekkert fyrir því sérstaklega. En þú, sko, svo bara dembur þér inn á þing, skilur fjölskylduna eftir. Já, þau verða 2 heima og hún heldur áfram bara í skólanum heima. Já. Og ég kem heim flestar helgar, ef ég mögulega ger. Geturðu það? Já, ég náði því mjög oft. Já. Þetta er þá mikil ferðalög. Já, þegar að fólk sagði að nú er komin helgi, nú fer ég bara að slappa af. Þá átti ég eftir að fara þvert yfir landið og koma mér alla leið heim. Og svo tilbaka í vinnu? Já, svo mæti maður ekkert heim og er bara í afslöppun, maður býður ekkert upp á það. Fer bara að búa til osta og grauta? Já, eitthvað fer maður að gera. Er það ekki? Já. Ertu vinnusöm? Já, allir það ekki, ég sé ekki að segja það. Er það ekki nauðsynlegt í þessu starfi, þingmennsku? Jú, ég held það. Maður þarf líka stundum að vera svolítið frjór í að halda sig gangandi, bæði í verkefnum og vinnulagi, hitta fólk og vinna mál og alls konar sem það er enginn sem er að ýta endilega á mann í því. Nei. Þannig að En þrátt fyrir það á sért alþingismaður í hópi, sko, þingflokkshópi, eru þá þingmenn dálítið mikið einir? Í vinnunni, sko, það er skrifstofum og þess aftar? Já, það er náttúrulega alla vega. Þingflokkarnir vinna náttúrulega ákveðið saman. Það eru fastir fundir 2 í viku hjá þingflokkunum, það sem er skylda að mæta og þar förum við málum hvernig við erum að leggja upp og hvað við ætlum að leggja áherslu á og annað slíkt. En já, svo eru þingmenn oft bara svolítið einir í sinni vinnu. Já, og sko, ert þú að hugsa með sjálf því, sko, gæti ég komið með eitthvað mál sem er ekki komið áður eða mér liggur á hjarta og eitthvað þess aftar? Ertu að hugsa þannig? Já. Og líka þegar maður er að fara að hitta fólk og er í samskiptum við fólk, að þá getur maður oft komið eitthvað á framfæri. Það getur komið fyrirspurnir til ráðherra og fyrirspurnir, sko, eitthvað sem að fólk vil ýta á
eftir eða láta skoða betur. Það getur verið bæði munnlegar og skriflega fyrirspurnir til dæmis. Já. Og mér finnst að kjósendur hefur bara rétt á líka að nota okkur þingmennina svolítið í þetta. Já, já. Nota, eins og maður segir. Já. Þá kemur kannski upp annað orð sem sko hreppapólitík eða hagsmunapólitík eða eitthvað. Verður vör við það? Vill fólk koma til og segja, viltu vinna fyrir mig á ákveðnu máli eða gera þetta, mig langar til að gera þetta, viltu hjálpa mér í þessu? Já, það gerir það alveg, en það þá kannski mál sem brennur á samfélaginu þeirra og þetta kannski leiðin og þá það bara mjög skiljanlegt. En svo erum við að tala sko, þetta hagsmunapotið og allt það. Það alltaf verið að tala það þegar það snýr að landsbyggðinni, en það snýr aldrei að Reykjavík, það mjög sérstakt. Og við erum alltaf ykkur poti landsbyggðarþingmennir þegar við erum að reyna að koma ykkur fram. Þið eruð að pota jarðgöngum og þið eruð að pota einhverju, Já, ég sem að þá allir eru að nota. Já. Þannig að þetta svolítið sérstakt, hvernig sem sagt, munur inn á þingi líka, milli landsbyggðar og svo, landsbyggðar bara, Reykjavík og svo annars hins hluta landsins. Já, veistu, ég verð svolítið verið það. Ég er svo mikið á móti þessu orði landsbyggð. Já, við eigum ekki að vera að tala svona. Við eigum að vera við erum í einu samfélagi og þetta þarf alltaf að vinna saman. Já, þú finnur fyrir þessu, það munur. Já, mér finnst ekki allir hafa bara skilning á lífinu og raunveruleikanum oft út á landi. Þannig að það ágætis bakgrunnur að hafa verið í sveitarstjórn og hafa verið að vinna í þeim málum og koma svo inn á þing. Það finnur alveg munin á fólki sem hefur verið þar og ekki. En auðvitað allir að leggja sig fram í sinni vinnu og gera allt vel. En við þurfum ofta að minna á eitthvað svona praktíska hluti, eitthvað raunverulegt sem að bara það sem eins og raunveruleikin hjá fólki út á landi. Hann ekki allur eins og í Reykjavík. Nei. Þannig að það vantar kannski einhvern skilning á því. Já, það gerir það stundum. Hefur ekki boðið þessu fólki þá bara heimtíðin heim í Haukstaði? Jú. Sýna þeim lífið og tilveruna? Jú. Sauðburð? Einhvern tíma gerði ég það nú ræðistur, það bóði ég bara allir í sveit. Já, en þetta kannski það, það kannski þannig að eins og ég segir, þú úr sveitinni, það ekki voðalega margir þingmenn úr sveit. Nei, ætli við séum ekki bara 2 núna, ég held það. Þú og Haraldur Benediktsson. Já, formaður fjárlaganefndar. Já, hann náttúrulega á bóndi. Já. Þannig, og það engin þingmaður sem býr austar á landinu heldur en ég. Nei. Til dæmis. Já. Þykir þeim langt fyrir því að fara? Finnst þeim þú búa langt í burtu? Hverjum? Þingmönnum? Já, sumum finnst það, áttar sig ekki alveg á þessu. Sem eðlilegt ef fólk þekkir það ekki. Þá það ekkert skrítið. Já, en við búum nú ekki, auðvitað landi kannski dálítið stórt, en við erum ekki það að fjölmenn auðvitað fólk að þekkja lífið í landinu. Já, manni finnst það ætti að vera það, en það samt að alast upp kynslóð sem að þekkir það ekki endilega. Hefur kannski engar tengingar og eðlilega þá þekkir það ekki. Nei. Það bara gerist. Já, það bara gerist. Já. Þá náttúrulega verður bara að grípa í menntamálaráðherra eða einhvern og láta hann gera eitthvað í þessu. Já. Það ekki bara? Mjög líklega, eitthvað verður að gera það. En þetta svefaseint? Þetta þungt í vöfum? Já, þetta óskaplega þungt í vöfum. Það var nú oft í sveitarstjórninni þá kom með eitthvað mál til manns og þá gæti maður bara jafnvel gengið það leyst úr því og gengið beint í verkin og tala beint við fólkið. En þetta allt miklu svefaseinna og gengur hægar og mál sem jafnvel að koma aftur og aftur sem ganga ekki í gegn. Já. En þetta má heldur ekki ganga hratt fyrir sig. Nei, það veit ekki. Nei. Það vín í kjörbúður og svona. Jú, svo bráðnauðsynlegt. Já, eitthvað svona. Eða þannig. Já. Hvernig með ykkur bændafólkið frá Haukstöðum í Vesturárdal? Önnur áhugamál. Hefur fólk tíma í það? Hvaða áhugamál hefur þau? Mér finnst mjög að skemmtilega sem ég gera að fara á skíði. Og reyna að gera það, ef mögulega gett. Og hvert ferðu þá á skíði? Það er nú núna fer ég skeppi upp í Bláfjöll ef ég fer sunnan. Já. Nú hef ég 2 undanfarin ár farið útlanda á skíði. Já, fer fjölskyldan í það? Nei, ég fer með foreldrum mínum. Og svo kom bróðir minn frá Los Angeles, reyndir allavega frá Hawaii, hitt okkur í Madonna á Ítalíu og það var mjög skemmtilegt. Já, það ekki allir svo heppnir að geta verið með foreldrum sínum á skíðum. Nei, en Haukur ekki skíðamaður? Nei, hann það ekki. En við veiðum saman. Já, í Vopnafirði þá? Já, mest þar. Já.
mjög gaman að veiða, við gerum það. Já. Og svo hlæja börnin alltaf að okkur ef við ætlum að hafa gott á skreppu bara í heiði, meðan aðri fara ykkur fín hótel og svona þá bregðum við okkur bara til fjalla. Upp í heiði? Já. Og hvað gerir þið þar? Hvar búið það gisti í það? Það er svona bara í gangnakofa eða eitthvað. Já, bara svona í kyrrðina? Já. Er það ekki indælt? Jú, það er mjög gott. Já. En þú er gaman að veiði, segir þú? Já. En eru þið sko, áin ykkar og vatnasvæði, er þetta ekki í útleifu eitthvað eða? Jú, það er allt í útleifu í Vopnafirði. Er ekki útlendingar bara í þessu? Jú, það er orðið þannig, mjög mikið. Já. Mestmegnis. Hafa bændur eitthvað upp úr þessu? Já, landeigendur náttúrulega fá greiddan arð. Já, ég meina það. Og það hefur vissulega stutt við búskap í Vopnafirði og verið ágætis búbót. Enda góðar ár. Já, mjög góðar ár. Já. Hvernig sérðu fyrir þér sko svona stað eins og Vopnafjörð og sveitirnar þar í kring, sem eru þarna dálítið sko hvorki á Austurlandinu og Norðurlandi? Hvernig er útlitið í þessum fallegu sveit? Það er kannski ekkert allt of bjart núna, en þá vil ég samt hugsa nokkur ár tilbaka. Þá virtist búskapur bara jafnvel verið að leggjast af í Vopnafirði. Þá koma nokkra bæi yngra fólk og settist að. Núna er svona svolítið svipur staða uppi, að það er svona, orðnir fullorðnir bændur og jafnvel fallið frá. En og í dag er ekki sjáanlegt að þessi neinir að taka við. Nei. En það getur breyst á stuttum tíma. Það er erfitt fyrir ungt fólk að taka það er mjög erfitt og það er allt og erfitt. Og það er til fullt af hæfu og góðu fólki sem að geta verið bændur. Og vilja vera bændur, en hafa bara ekki tök á því út af því hvað þetta er dýrt. Já. Og það er ekki nógu gott. Þetta svæði er náttúrulega svo kjörið fyrir sauðfjárbúskap. Já. Og dásamlegt að fara með heiðarnar og smala. Það er nú eiginlega uppáhaldið mitt, það er að fara í göngur. Já. Því sleppi ég bara helst ekki. Nei. Mér er tekist að fara alltaf. Hvenær byrjar aftur á þinginu? Þingið eru sett annan þriðjudag í september. Og hvað ætlar að gera með hann? Ég er náttúrulega að fara kjördæmið. Þingmenn eru náttúrulega í fullt af vinnu. Alltaf það eru nefndarfundir í júní og í ágúst sem að þingmenn þurfa að sækja. Svo ætla ég bara að reyna að vera heima hjá mér og koma niður trjáplöntum og sinna heimilinu og fjölskyldunni og svona. Ganga á fjöll og veiða. Þetta er indælt. Já. Þórunn. Já. Það er mynd í lokin. Já, takk fyrir. Þessi lítur að rosa góð. Ég get ekki aðra vilt. Já, ég veit ekki. Já, það bæði upp og niður. Þórunn Egilsdóttir, Alþingismaður á Bátum. Takk.